I swear. Já, komin sæl. Við höfum hérna tvær lagðir sem að koma til með að sækja að okkur núna næstu daga. Það ein hérna við Suður Odda Grænlands og önnur við Nýfundland og ef við keyrum hreyfimyndina stað og sjáum við lagðina koma hérna inn á Grænlandshaf og hún kemur til með að fara fram hjá okkur næsta sólarhringinn með talsverðum vindi og úrkomu vestanvert landið. Síðan strax í kjölfarið kemur svo næsta og hún kemur síðan til með að fara yfir landið aðfarn á 50 og á 50 Ef við skoðum hvað að gerast á hitasviðinu að þá nú talsvert hlýr loftmassi sem að fylgir þessum tveimur lægðum þannig við getum nú búist við því að hitatölurnar fari nú eitthvað að hækka við okkur svona þegar líður á vikuna og gæti svona 20 stiga múrin alveg verið í hættu á norðausturlandi svona seinnimpart vikunar. En við skulum skoða hvað að gerast hjá okkur núna næsta sólarhringinn. Við sjáum hérna að það nokkuð rólegt að litast á landinu og það svona hæðarhryggur sem að renna sér hérna yfir þannig að það verður svona róleg heita veður í kvöld en það stendur ekki lengi því að strax í nótt að þá byrja vindur að vaksa úr suðaustri og skilin frá næstu lag koma yfir landið og taka síðan morgundaginn til að rúlla sér yfir landið hjá okkur. En í fyrramáli þá lítur þetta svona út það verður nokkuð stífu vindur sem fylgir þessu hérna við suðvesturströndina og vesturströndina og það verður komin í gang gul vindaveðurinn í Breiðafirði klukkan 8 í fyrramáli og eins og við sjáum að þá svona talsverð rigning við vesturströndina aftur á móti á Austurlandi verður vindur í fyrramáli bara mjög hægur og það verður þurrt og nokkuð bjart og raun og veru hið besta veður En síðan þegar líður á morgundaginn að þá kemur þessi lægð svona yfir allt landi áfram verður nokkuð stífur vindur vestanlands og þessi gula vindaveðurinn í Breiðafirðinum hún fellur úr gildi svona fjögurleytið. En svona á Austurlandi að þá verður nú svona alveg þokkalegast vindur verður nú svona nokkuð rólegur en það mun þykna upp og síðan rigna eitthvað lítisháttar svona seinnipartinn á morgun. En við skulum síðan skoða hvað gerist í framhaldinu því að þessi skil svona valla komin út af landinu þegar að næsta lag kemur hérna á aðfarn og 20 og við sjáum hann að koma hérna með nokkuð miklum hraða og krafti hjá okkur og skilin fara nú mun hraðar yfir heldur en lagðin á morgun og strax svona seinnipartir á 50 að þá verður nú svona allavega aðal úrkomu belti farið yfir. En svo lítur þetta út á 50 morgun, það verður svona nokkuð stífur vindur ef ekki hvassum vestanvert landið og talsverð úrkoma og það mun einnig bæta í vind talsvert hérna á Austurlandi með rigningu þó að það sé nú ekki eins mikið á vestanlands en seinnipartina þá verður þetta nú allt saman gengið yfir að mestu leyti ánfræmi þungbúið og svona strekkingsvindur á vestanlands en svona að byrja að létta til á Austurlandi og við sjáum að hitatölurnar eru svona komnar upp í kannski 17-18 stig. En á föstudeginum þá erum við með áframhaldandi suðvestanátt þungbúið landið vestanvert en þurrt og bjart og raunum verið fínasta veður austanlands og sömuleiðis á laugardeginum þá svona nokkuð svipumynd hjá okkur vestanátt, stíf hérna vestanvert landið, þungbúið og einhverjar smá skúrir en aftur á móti minni vindur, hlýrra og bjartara austan til landinu. Já, við skoðum hvað gerist í kringum okkur, þá nú rigning hérna á Bretlandseyjum morgun og einnig í suður Noregi, bjartviðri í Kaupmannahöfn en svona gæti nú verið einhver strekkingur þar en það almennt svona sérstaklega vestan til óstöðugt loft og mikið skúraloft minna hérna austan til og við sjáum það ef við finnum til Spánar að það gert ráð fyrir þrumum og eldingur í Barcelona á morgun en vestan til á Íberíuskaganum bjartviðri og fínasta veður í Portugal. En ef við fyrir til Kanaríeyja þá nú norðanátt þar og svona fremur þungbúið og kannski einhverja smá skúrir svona norðan til á eyjunum en bjart og hlýtt annars. En við skulum fara þá vestur haf, það skúraloft hérna og svona mjög óstöðugt loft hérna við Mexíkóflóa og það verður þrumuveður mjög víða en annars bjart og hlýtt annars staðar svona í álfunni. Og við endum þetta þá á korti morgundagsins, það svona skil að fara yfir
rigning og nokkuð hvasst landið vestanvert, gulu vindaveðurinn í Breiðafirði á morgun en austan til þar verður vindur mun hægari og svona bjartara yfir. En segjum þetta gott að vera í bili, verið sæl.